Það nú alltaf skemmtilegt að aðeins að breyta til með svona kjöt. Við ætlum aðeins að fara í gegnum hvernig á að grafa kjöt. Þetta er skemmtilegur forréttur, fínt í hlaðbor, bæði fermingar og venjuleg hlaðbor og svo er þetta mjög skemmtileg sem forréttur bara á undan máltíð. Nú, það sem ég ætla að grafa núna er lambavöði. Þetta er bara innralæri sem maður kaupir bara í kjötborinu og það sem er kannski lykilatriði í svona, þegar maður er að velja kjöti í þetta að grafa, það má helst ekki vera neina sinar og ekki mikið af fituvefjum sem eru oft utan á svona kjöti. Þannig að mjög gott er að hreinsa og beða kannski annarkot kjötmanninn að gera það fyrir ykkur eða gera það sjálf, það er mjög einfalt. Það er að reyna að taka allar himnur sem eru utan á kjötinu. Þannig að þetta skilur eftir sig bara hreina vöða. Okay? Undirstaðan er svo, eins og með að grafa hvað sem er, það er að vera með sykur og salt. Í þessu tilfelli er ég með 3 matskeiðar af salti, 1 matskeið af venjulegu sykri og 1 matskeið af púðursykri. Púðursykri gefur þetta svolítið svona smá kryddbragð í gröfinna. Svo er bara eins og þegar maður er að grafa, þá notar maður einhverjar þurrar kryddjurtir í fyrstu gröfinni. Það sem ég ætla að gera núna er að grafa þetta upp við þurrukryddum og svo hreinsum við þetta eftir sólarhring og setjum ferskar jurtir utan á. Þannig að við byrjum að búa bara til blönduna, eins og ég segi, sykur, salt og pipar komið hérna og svo er bara hægt að leika sér með hvað sem er. Ég ætla að setja smá oregano, segjum 1 matskeið cirka, basil, 1 matskeið líka. Í rauninni er þetta öll krydd sem myndi virka með kjöti eins og þið sjáum fyrir ykkur kjöt bara þegar að steikja lambalæri. Hvað er það sem fer best með kjöti þar? Það er náttúrulega þessar jurtir allar, timjan, rósmarín. Rósmarín er nú akkurat það sem við ætlum að setja þetta næst. Setjum þetta 1 matskeið líka. Oregan, timjan köllum við þetta, 1 matskeið. Smá rósapipar. Rósapipar gefur þetta svolítið skemmtilegt bragð. Það er ágætt að taka hann og kreista hann svona úti. Mylja hann örlítið. Taka 1 matskeið líka. Svona. Í þessu tilfelli ætla ég að hafa svolítið appelsínubragð á honum. Þannig að þá er rosalega gott að rífa pínlítil appelsínubörk. Það er einnig hægt að nota sítrónubörk eða læmbörk en appelsínubörkur passa með þessu. Svo er náttúrulega hægt að nota hvaða kjöt sem er. Þið verður átt okkur því að það er hægt að nota nautalundin náttúrulega mjög fínir, þetta nautafille. Það er hægt að nota alla villibrána, skæs, önd og hreindýr náttúrulega. Þannig að við rífum bara hérna börkin af. Þetta er svona cirka hálf appelsína. Svona. Þannig að þá er bara blandan klár og það er bara gert þannig að maður nota bakka og alltaf jafn sniðugt að nota bakkan af kjötnum sem kemur úr kjötborinu, spara maður uppvaskið sem er náttúrulega allir eru hrifnir af. Tökum við 1 matskeið hérna, setjum hann í botninn, kannski aðeins meira, 1,5. Kjötið er lagt ofan á og svo er bara að blandan kofveri hylji allt kjötið svolítið vel. Svona. Þetta er sem bara plastað og þetta er mjög gott að geyma þetta úti í svona 3 tíma þegar hann byrja aðeins að brotna niður kjötið og síðan að setja inn í kæli í svona 8 tíma yfir nótt. Svo er þetta skólað og sett blandanum út í það. Það sem ég ætla að leyfa mér líka aðeins svona, ég ætla að setja, ég er með smá grannmann hérna, út í smá appelsínusafa og aðeins að hella þessi yfir. Það er líka hægt að nota konjak, hægt að nota einhvern annan skemmtilegan svona appelsínulíkjör. Þetta er bara sett inn í kæli, plastað, sett inn í kæli. Og ég er með hérna 1 vöða sem er tilbúinn. Þessi er búinn að grafa eins og ég sagði, eins og ég setti núna bara beint inn í kæli en við setjum hann út, helst að hafa verið úti í svona 2-3 tíma meðan brotnar. Og svona lítur þetta út. Þegar við tókum hann og skóluðum hann eftir með alla sykurinn og saltið, skóluðum við þerrum hann á klút og notum síðan svona ferskar kryddjurtir úti. Ég bæði með timjan og rósmarín sem er bara fínsaxað, velt upp úr vöðunum, plastað, geymt inn í kæli svona hálftíma áður en við bauðum hann fram. Ég ætla að koma með eina hugmynd hvernig við getum borið svona skemmtilegan forrétt. Svo sneiðum við
lambið niður í mjög þunnar, reynum að hafa þetta eins þunnar sneiðar og hægt er. Hann verður svona stinnur og stífur vöðinn. Þannig að maður á að geta náð nokkuð þunnum og góðum sneiðum. Við ætlum að bera með þessu. Ég ætla að setja smá salat á þetta, sem er alveg nauðsynlegt með öllu svona forrétt. Og niður svona litla sherrytómata og svo appelsínu vínagrett sem ég var búinn að gera áður. Við erum ekkert að dressa salati of mikið upp fyrir, vegna þess að vínagretti það gerir það í rauninni fyrir okkur. Svo leggjum við hérna kjötið svona fallega ofan á salatið. Þannig að það er svona hylji örlítið yfir salatinu. Svona. Og svo er ég með niður svona tómata, kokteiltómata. Þeir eru náttúrulega alveg kjörið svona, vegna þess að þeir eru með svona smá súrt bragð. Gefum kannski 2 hérna. 2, 3. Svona. Og svo er það vínagrett hérna. Hérna er ég með appelsínu, balsamíkó og rúsínu vínagrett með förunetum. Þetta bara alveg smellpassa með þessu. Svo látum við 1-2 appelsínuleif hérna detta svona. Núna. Og tökum síðan vínagrett hérna. Lítið hérna. Þá er vínagrettið sem er hérna eddöku olían búin að gefa gott bragð í salatið sem við veltum ekki upp neinu. Þá er það bara klárt. Það verður sniðugt kannski að gefa mér þessu svona lítið tóst. Köllum við tóst, rista brauð. Þetta er bara penslað með smá olíu, rista á pönnu og það gefur svona aðeins svona toppinn. Það er bara klárt. Grafið lamb. Klárt.